Já, nákvæmlega. En það var, ég heldur betur tíðindi hérna á Suðurlandir í gær. Það búið að reka kvenna þjálfarana Sebastian Alexandersson og Soran. Það líklega stærstu fréttirnar, já. Já, það voru þeir ekki að spila undanúrslitin bara á fimmtudaginn? Jú, og það eru hérna svona umtöluðu fréttirnar og það svona, það loðar allt svona á svona í svona handboltaheiminum svona baksvið, sko. Og það sem að ég hef nú svona heyrt í mönnum í dag að hérna, ég svona eiginlega á þeirri línu, ég persónulega ef ég á að tala út frá mér og hérna, það sem ég hef heyrt menn segja og ég rættu menn sem á þess að ég geti eitthvað verið að nafngjörna þá finnst öllum, já, umræðan einhvern veginn þannig bara, þetta er bara stórfurðuleg tímasetning. Já. Við getum bara byrjað á byrjuninni á þessu máli, byrjað á byrjuninni. Þetta er þjálfari sem er búin að vera að þjálfa í 15 ár og búin að búa til ógrynni af flottum leikmönnum sem að hérna hann er búin að leggja mikið púður í að halda innan liðsins og hérna það er oft verið talað þetta í handboltaheiminum og Selfossi þetta 5 ára plan að þeir ætluðu að hérna berjast titilinn eða ég man ekki hvort þetta var orðað þeir ætluðu að vera sér Íslandsmeistarar eftir 5 ára eða vera svona í baráttunni hann vera þá eitt af 2-3 bestu liðunum en hérna þeir eru ekki að fara að berjast Íslandsmeistaratitilinn í ár og þetta er 5. árið en þetta er bara af því þetta svolítið einkennileg kannski ákvörðun að Basti er búin að standa við sinn hlutasamningsins. Hann hefur alltaf verið mikill klettur hjá Selfossi og fengið stelpunar í lið með sér svona þennan kjarna til þess að standa í vallaskóla í 5 ár og þegar 3 mánuður eru eftir að þessum 5 árum þá ákveður stjórnin að reka. Já. Og það eitt og sér er bara furðulegt, skilur. Bara það, sko. Og þú veist að Selfoss hafi dottið út úr bikarnum á móti ríkjandi bikarmeisturum Stjörnunnar og einu besta liði Stjörnunnar sem að á stóra möguleika á því að vera Íslandsmeistari í hérna ár það er ekki ástæðan, sko. Ég held að Stjörnin hafi alveg klárlega ekki sett neina kröfu það að Selfoss er bikarmeistari 2017 það er útilokað. Já, nákvæmlega. Þannig að það, þú veist og það var ekki sett krafa það að þeir færi inn í úrslitaleiki af því að þeir dróðust á móti Stjörnunni sterkasta liði landsins. Þannig að Selfoss gefur Stjörnunni bara hörkuleik helgina í bikarnum og þeir hefur búin að gera það bara í vetur. Og þannig að þú veist við getum alveg hraðspóla bara þessum undanúrslitaleik frá, sko. Það er ekki ástæða fyrir brottrekstri. Og ef við erum að fara að leita að ástæðu brottrekstrarinnar að ástæðan sé að Selfoss sitji í næst neðsta sætinu og sem eru langt undir væntingum, það vita allir, skilur. Þá er kannski, þú veist, þar er kannski komin einhver smá grundvöllur en menn verða þá líka svolítið að skoða það að næst neðsta sætið þó að liðið lendi í næst neðsta sætinu það er ekki fallsæti. Liðið fellur ekki við það að vera í næst neðsta sætið. Það þarf að fara í umspil og Selfoss er með það sterkt lið að það myndi öllu líkindum koma sér í gegnum þetta umspil og þá bara halda sér í deildinni og árið bara vonbrigði. Basti hefur alveg sagt það sjálfur að veturinn sé staða liðsins í deildinni sé vonbrigði en hann hefur sagt það við mig og okkur á því meinum í viðtali að liðið og leikmenn eru ekkert að valda honum vonbrigðum. Og hann talaði það bara held ég bara í síðustu viku þar talaði hann það að hann væri bara með 15 leikmenn á æfingu. Það eru bara 15 stelpur að æfa handbolta með meistaraflokki kvenna á Selfossi. Og það ef það er raunin þá er það ekki stór hópur. Nei. Af því að þú ert með 14 manns á skýrslu 14 leikmenn á skýrslu og hann svona segist hafa svona
ná því, en þá séu leikmenn að spila meiddir og annað og hann náttúrulega búinn að ganga í gegnum meiðsli eins og öll önnur lið. En sko hann búinn að spila hann búinn að tapa 7 eða 8 leikjum í vetur þar sem leikirnir hafa tapast með 1 eða 2 mörkum. Og það svolítið hátt hlutfall að tapa 8 leikjum yfir, þú veist, fram á þessu með 1 eða 2 mörkum. Það hátt hlutfall og það sýnir það og það á móti liðum eins og Fram, það á móti liðum eins og Stjörnunni, þú veist, þeir eru nýbúnir að vinna Haukana, sko, og þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem sko, Selfoss hefur ekki fengið neina rasketlingu í vetur, sko. Nei, mitt. Við erum með liðið svo Fylki sem hefur kannski fengið sem svona að tapa leikjum stórt og svona, en þú veist, það eru 10 stig eftir í pottinum. Og af hverju stjórn Selfoss finnur það út núna þegar 5 leikir eftir á tímabilinu að Basti sé ekki rétti maður til þess að klára bara þessar 5 leiki og sinn 5 ára samning. Það skrítið, sko, af því að þeir eru ekki með einhvern rosa menntaðan og reynslu mikið þjálfara sem tekur þá af skarið, skilur. Alls ekki, skilur. Þeir eru Árni Steinn og með fullri virðingu fyrir Herkeri og Árna Steini, toppmenn sem skilja handbolta mjög vel og annað. Ég veit það ekki. Ég ætla ekkert, sko, ef að Selfoss bjarga sér frá falli, þá ætla ég ekkert endilega að fara að skrifa það á að stjórn Selfoss hafi bjargað liðinu frá falli með því að reka Basta. Nei. Og fá þessa 2 í staðina, því að mér finnst bara Selfoss vera bara í stórum séns að bjarga þessu tímabili að því þá leitur til að þú veist, þeir þurfa þá náttúrulega að hala einhver stig. Þeir eru 6 stigum minnum við frá, þetta séu 6 stig sem þeir vantar frá upp í þriðja næsta sætið og þar IPVAF, þar eru Grótt á IPVAF og Selfoss alveg að geta slegist þessi sæti við Grótt og IPVAF þó að þau séu 5 og 6 stigum undan. Næsti leikur Selfoss á laugardaginn á móti Haukum. Svo eiga Selfoss Valsara. Selfoss og Valur, Selfoss getur alltaf unnið Val. Ég hugsa að, sko, að verður erfiður leikur næsti fyrir Selfoss á móti Haukum á heimavelli. Selfoss á alltaf möguleika í Vallaskóla á móti Val. Selfoss á alltaf möguleika á móti Gróttu. Þeir slóðu það út bikarnum, skilur, eru nokkuð samfærandi. Svo kemur Fram sem verður erfiður leikur og Selfoss á síðasta tímabilsins á móti Fylki sem að Selfoss vinnur. Þannig að prógramið ekkert eitthvað geislega erfitt, skilur. Nei. Og ég hefði alveg treyst Basta og hans hundtrykka aðstofamanni til þess að klára þetta prógram, skilur. Og þannig að ég trúi ekki það sé ástæðan. Og þá eru kannski hver þá ástæðan? Þá ekki bara ástæðan það annarkvort það eru utanaðkomandi menn, utanaðkomandi aðilar sem að sjá hennar brottræst. Og það gerist líka hjá Fylki. Ég alveg klára því, ég búin að heyra af því og ég klára því. Að annarkvort þetta leikmenn. Ég hef heyrt bara, ég get alveg sagt það bara hérna út af sem ég hef heyrt í dagskilu. Ég hef heyrt að foreldra leikmanna hjá Selfoss hafa fengið nóg. Hvernig Basti haga þessi, skilur, og hvernig hann aktífaði og hvernig hann lagði upp hlutina, skilur. Basti góður þjálfari og skilur handbolta, hann mikill handboltaheili. Ég ekkert viss um hann sé skemmtilegasti maðurinn inn í klefanum samt, skilur. Og það kannski einhver ástæðan. Styrktaraðilar geta haft áhrif á þetta. Ég trúi því bara ekki upp á þetta fólk sem að situr í stjórn Selfoss í dag
að þeir hafi sest niður og tekið þessa ákvörðun 100% einir. Það er útilokað. Já, einmitt. Það er enginn inn í þessari stjórn í dag sem að hefði gert Basta, skilur við. Eina sem að Basti hefur sagt við mig, að ég hefur reynd að ná inn í gær og annað, að það er, ég hef engu við þetta bæta annað en það sem að kom frá Selfoss. Punktur. Ekki eitt orði viðbútt. Það er eina sem við erum búin að heyra með. Já. Það er bara eina. Já. Ég hef bara ekkert að ræða þetta mál. Sem segir manni það að það er greinilegt á þessum orðum hans að hann satt ekki með stjórn Selfoss og þau tóku sameiginlega ákvörðun eins og ofti gefur í skilskilur. Það kemur ekki fram þarna í þessari tilkynningu að það hafi verið sameiginlega ákvörðun Sebastians Alexanderssonar og Sórans og stjórn Selfoss. Og þetta var ekki sameiginlega ákvörðun, það vita það. Nei, nákvæmlega. Þannig að af hverju stjórn Selfoss lætur utanaðkomandi aðila taka þessa ákvörðun og ákvörður að gera hana er bara mjög slæmt, ekki bara fyrir Selfoss eða þetta fólk, ekki fyrir Basta eða liðið, það er bara slæmt fyrir íslenskan handbolta ef að þetta er raun. Þetta gerist með Harald Þorvarðarsson líka hjá Fylki, þetta gerist hjá meistaraflokki Fram í vetur, í sumar, kallamegin, þar fara þjálfarar út af pressu á leikmönnum og annað og þar sögðu leikmenn að þeir myndu ekki skrifa undir annað samning og ekki spila með liðinu ef að ákveðinni þjálfarar eru ráðnir eða eru með liðið og þeir fóru nú samt. Þannig að þetta er bara í raun og veru bara mjög slæm þróun ef að þetta er staða og eins og ég er búin að fara yfir þetta mál núna með þér þá lítur þetta bara svona út fyrir mér. Já, nákvæmlega. Þannig að það er bara þannig. Við heyrist þú allan að vera búin að segja þína skoðun akkurat á þessu máli núna. Já, og þetta á ekki að líðast. Nei, nákvæmlega. Það er bara, þetta er búið að taka það fyrir mörgum öðrum íþróttum að það er leikmenn og utakomandi ekki að stjórna eins og það er. Nei, það er ekki að gera það. Nei, nákvæmlega. Og það er ekkert, þú veist, það bara má ekki, skilur við. Þetta bara þróast það út í einhverja vitleysu, skilur við. Hvað ætlar stjórn Selfoss að gera núna? Ræður Árnasteinn og Helgi, hvað ætlar að gera næsta sumar? Næsta vetur, hvað ætlar að gera í sumar? Ætlar að ráða nýtt þjálfaratími, 2 nýja þjálfara og leggja það fyrir leikmenn eða styrktar aðila eða foreldrar leikmanna og fá samþykki þeirra og láta þá skrifa upp og þetta sé í lagi eða þeir hljóta fyrir að gera það. Þannig að þetta er alvöru verkefni sem framöndan er. Þetta er klúður og það getur vel verið að það hafi verið komið tíma á Basta, það getur vel verið og ég er ekki dómbar maður að segja það að Basti hafi átt skilja að vera í 15 ár áfram, skilur við. Það er ekki mín orð. En 5 leikir eftir, þú veist, látið bara mannin klára þetta. Því að Basti, hann hefði, eftir allan hennan tíma, hann hefði aldrei skilið við liðið með því að fella það deild. Basti hefði aldrei látið að gera. Já, nákvæmlega. En hvernig svona í lokin að henni slepptir, deildirnar að fara á fullt núna og 50-daginn og helgina þetta verður að segja, er þetta ekki svona núna þegar mesta pressan á liðin að koma núna hverjir falla og hverjir að fara að berjast Íslandsmeistaratitli? Nú fer skjálftinn að koma, sko. Já. Það er náttúrulega bara frábæri tíma framöndan þannig lagað, ég meina það er, þú veist, að við vorum nú í ræðumóli til kvenna, það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega rosaleg barátta bara að koma sér í úrslitarsæti. Það eru 4 lið sem að fara í úrslitakeppnina og það eru 2 lið búin að tryggja sér inn í hérna. Það er